Já, komið sæl og blessuð. Það komið að samkomu. Það mánudagur. Þið vitið hvernig þetta Við erum að fara að lofa glöð. Þetta verður geðvægt. Þetta verður gaman. Þetta verður gott. Þetta hann Tony. Hann vinur minn. Og við elskum Guð. Já, heilaði Faðir, þakka þér fyrir að við erum komin hérna saman í þínu nafni, við erum að fara að lofa þig. Þakka þér fyrir þetta yndislega fólk sem inni. Ég bið þig bara að bræða hjartað þeirra, svo þau lyfti sig upp í sætunum, henda höndunum upp og garga nafnið Jesú. Það þú, Jesú, sem ástæðan fyrir ég lifandi. Það þú, Jesú, sem bjargaði mér. Það þú, Jesú, sem allt í mínu lífi. Þú ljósið, þú lifandi vatn, þú það besta sem ég veit. Eigum við að byrja þetta, Tony, Ég var að keyra þetta í gangi. Mæli með að þið standið upp og sittið síðan niður og standið upp og sittið niður eins og öllum samkomum. Þetta hálfgerð svona líkamsrækt. Þannig að þið sem fóru í ræktina, verið velkomin í ræktina fyrir Jesú. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Rest on us, come rest on us. And fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us, come rest on us. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come and fill me up. Oh, fill us up.
you fill the room. You're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Holy Spirit, rest on us. You're all we want. And then get fucking. You're all we want. Holy Spirit, rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we Þvílíkt band, velkomin á United samkomu, gaman að sjá okkur, eða ég sé ykkur ekki. Við ætlum að eiga yndislegt kvöld, það alltaf gott að koma saman. Koma saman í kærleika Guðs, halda utan hvort annað, vera góði hvort annað, elska hvort annað, besta sem til En og Miriam okkar ætlaði að tala í kvöld og því miður þá veiktist hún, þannig að þið sitja upp með mig, það ekki í lagi? Og við erum með bænar, nokkuð bænar, menn ekki að rísa á fætur. Eitt af besta sem að gera það að biðja. Það er svo gott að biðja. Það er svo gott að taka hlutina sem við erum að berjast í sérstaklega, lyfta þeim upp til Guðs og leyfa honum að gera það og hann setur frið í hjarta okkar á móti. Hann er góður Guð og hann svarar bænum okkar. Hvers sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég veita ykkur og segja ykkur hvað við eigum. Trúum við því. Það er það sem er vandamáli stundum, að við trúum því ekki. Við biðjum og þið fylgjum því eftir. Við biðjum með bæn, beðni og þakkagjörð. Við þakkum Guði fyrir það sem hann svarar bænum okkar og gerir alltaf. Svo við ætlum að biðja fyrir Miriam, við ætlum að biðja fyrir mömmuna Margrétar okkar sem búin að vera í þessu starfi í mörg ár. Hún er með veikindi sem kom upp skyndilega. Við biðjum fyrir Sigfús okkar sem bjó á Draumursetrinu í mörg ár sem ég heimsótt áðan og er orðinn mjög veikur og við bara biðjum Guðum og Guð gerir kraftverk, vitið þið það? Hann hefur gert kraftverk í mínu lífi og ég veit að hann hefur gert kraftverk í lífi ykkur margra. En það er nú oft þannig að þegar bænasvari kemur og kraftverki kemur og við verðum hress og kátt að þá erum við svo klár og kannski gleymum Guðu svolítið. Það var hann sem reisti okkur við, það var hann sem gaf okkur lífið að nýju. Hann gerði það við mig og við slum aldrei gleyma því að þegar við biðjum að vera ekki alltaf bara að hrópa Guð hjálpaði með þetta, hjálpaði með hitt, ég vil vera ríkari, ég vil vera betri, ég vil gera alltaf þessar hluti. Þökkum honum fyrir bænasvörin sem hann hefur gefið okkur fyrir bænunum sem við báðum fyrir ekki svo mörgum dögum síðan. Að því að Guð svara bænum okkar. Bara Faðir, við þökkum þig fyrir náðín og miskunn, þökkum fyrir að þú ert góður Guð, þökkum fyrir að þú svara bænum okkar. Við leggjum okkar yndislegu vin í þína hendur. Við biðjum fyrir Miriam okkar að þú megi koma að snerta vinið sem hún er núna, Drottinn, taka burt alltaf verki, Drottinn, og gefa henni bara fullkomna lækningu í Jesú nafni. Biðjum fyrir mömmunar Margrétar, Drottinn minn, þar sem hún er núna, við biðjum Faðir minn að snerta við henni, biðjum að koma með lækningu og lausn. Við vorum ekki vissir læknarinn hvað það væri, Drottinn, þú veist hvað það er. Þú þekkir lækninguna og ég biðjum Faðir minn að snerta við henni, taka burt allan kvíð og ótta úr fjölskyldin sem urðu hrædd og biðjum blessun þar inn, Drottinn minn, í Jesú nafni. Biðjum fyrir Sigfúsi okkar yndislega bróðir sem er búinn að vera, sem þú þekkir, Drottinn minn, sem er búinn að vera trúfast í þjóð þinni til margra ára, Drottinn. Þurft að ganga gegnum erfiða og marga erfiða hluti, Drottinn. Það sem er á spítali núna, Drottinn, og biðjum að vera með honum. Ég þakka fyrir þennan frið sem er yfir honum. Og ég biðja bara, Drottinn, taktu burtu alla verki, Drottinn minn.
Gefðu Drottinn með fókusir á þig og horfa á þig, nota tímann til þess að nálgast þig meira, Drottinn. Svo leggjum við alla þá sem eru hér inn í salnum, Drottinn, fólk sem að berjast við einhverju hluti í lífi sínu, kvíðan eða óttan eða fíknin eða sama hvað þið og við biðjum Drottinn að koma inn í það kringumstæðin, gefa þennan frið, þennan fullkomna frið sem þú einn getur gefið. Við elskum þig og við þráum það eitt að fá að lyfta upp þínu nafni, gera þig kunnan. Ég bið þig, Faðir minn, í kvöld að þú megi gefa okkur trú. Gefa okkur trú, Drottinn, að þess að við biðjum, það mun verða, Drottinn. Trúum það, við eigum betra lífi. Trúum það að þú marka leiðina fyrir okkur áfram inn í framtíðina, Drottinn, í Jesú nafni. Amen. Amen. Svo ætlum við að taka samskot, það rosalega gaman að því. Við sáum fötundin að ganga hér og það gott að taka þátt í starfinu, við reynum að styðja baki á fólki eins og við getum og enn á ný þá þakklæti frá þeim í Úkraínu sem að eftir jarðarförina hjá hennar elsku Darri okkar og þvílík þakklæti og þvílík kynning á kristnum einstaklingum hér á Íslandi held ég get ekki verið betra heldur en það sem gerðist þar og það var svo stórkostlegt að fá að taka þátt í því og ég þakka ykkur fyrir það og svo pósi aftast fyrir þá sem vilja borga með korti, bara Guðs blessun. Heyrðu, ég gleymi einu sem aðalatriði, fyrirgefið. Ég ætla nú að tala um það kannski líka betur og eftir. En málið það við erum búin að bíða til svari, við erum búin að sækjum að vera í kirkjuleika goti svona helgi, núna í september og aftur í nóvember. Svo var loksins að koma núna og við erum að skipuleggja mót sem að byrja að verða núna 11. til 13. september og síðan verður aftur í nóvember 22. eða 3. held ég. Þannig ég hvet ykkur, hugsið aðeins máli, ég segi ykkur betur þá og svo eftir að þetta er stórkostlegt að fara svona til bænum saman og hérna við reynum að halda verðinu í algjöru lágmarki og þú veist, flottu matur, flott kennsla, yndislega stundir og yndislega samfélag fyrst og fremst. Og ég hef sagt ykkur frá þessi staður helgur staður. Kirkjan í Kirkjaraðgi og Kjóti er bara gömul kirkja, ótrúleg kirkja sem búið að fjúka held í tvisa, kveikni í henni einu sinni, hún er alltaf endurbyggð. Og við skýrðum 2018 þá skýrðum við yfir 110 manns í þessari kirkju niður við dýfingarskýrð og það er svo dýrmætt að eiga svona samfélag og margir af þeim sem eru hér inn í dag og sem eru búin að vera trúfasti þjónar Guðs í mörg ár er fólki sem fór í þessar ferðir að því það er það sem við þurfum að eiga samfélag við hvort annan og styðja hvort annan og fólk fer inn í þjónust í kring það en við tölum betur um það eftir. Amen. Still, every heart leans in until you speak, like only you can speak. And everything we're longing for, the presence of the living God, breathe, like only you can breathe. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away, let it fall away. If it's not what you wanna do, anything apart from you, let it fall away, let it fall away. Open wide as your name is lifted high here. God, we know you're here. And everything we're longing for, the presence of the living God, breathe, like only you can breathe. So come and anything apart from you, let it fall away, let it fall away.
So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. Come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. It's not what you wanna do. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. Everything but you. Let it fall away. Let it fall away. Everything. Let it fall away. Let it fall away. I lift my eyes to the mountains above. Where does my help come from? It comes from the one I love. I am lost without you. And when I breathe, I admit that I need you. I lift my eyes to the mountains above. Where does my help come from? It comes from the one I love. I am lost without you. When I breathe, I admit that I need you. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. If it's not what you wanna do, anything apart from you, let it fall away. Let it fall away.
Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Yes. Worthy is the Lamb. Worthy is the For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Lamb. Worthy, 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 worthy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Höldum aðeins áfram að spila þetta. Lifum aðeins í lóðkjörunni sem er í gangi núna. Lokum augum okkar, fögnum því að vera til, fögnum því að vera á lífi, fögnum því að hafa farið í gegnum erfiðleikana sem við þurftum að fara í, þó við stöndum hérna inni með fólkinu sem við farið í gegnum sömu að svipaða erfiðleika og við stöndum hérna að lofa þig, heilagi Jesú, heilagi Faðir.
Þú gefur okkur lífið, þú gefur okkur ljósið og þar sem ljósið er ekkert myrkur. Þú fyllir hjarta okkar á von, þú fyllir hjarta okkar á örlæti. Við hjálpum náungunum, við hjálpum fólkinu í kringum okkur. Og það er bara út af því við þekkjum þig. Við lesum orðið þitt, við lesum hver þú varst og hvað þú gerðir og við viljum fylgja þér. Hverju einasta skrefi sem þú tekur og viljum vera á eftir þér. Hvert sem þú ferð þá vil ég hlaupa á eftir þér. Allt sem þú gerir þá vil ég gera líka. Ég vil breyta lífinu mínu eins og þú breytir öllu. Þú breytir öllu. Þú dóst fyrir mig. Og ég er búinn að deyja mínum gamla manni fyrir þig. Og minn nýi maður, hann vill elta þig. Elta þig heilagi Jesús. Og þegar hann er verður. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. But every song's dead, and you'll never do. So I throw up my hands, singing, thank you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw in my hands, come on, praise you again. With all that I have is except for the heart singing don't you get shy without your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Syngið með mér. So I throw up my hands, praise you again. It's all that I Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise. fit for a king, except for the hearts of men.
Kom nu og frelsaðu Jesus. Kom nu og frelsaðu Jesus. Kom nu og frelsaðu Jesus. Vá, fyrir glóðgjörn. Hvað segið þið gott? Bara fyrir þá sem ekki vita, þá heiti ég Ólafur Haukur. Ég er alltaf að leita gleraugunum mínum. Elsku Miriam ætlaði að tala til okkur í kvöld, en bara hætta við það skyndilega. En ég ætla að byrja að segja ykkur aðeins frá þegar við byrjuðum starfið 2011 og strax 2012 þá fórum við að fara í svona ferðir frá föstudag fram á sunnudag og við fórum einu sinni í mánuði og þetta voru 40 til 80 og stundum meira sem fóru í þessar ferðir og þetta var ótrúlegt samfélag og skemmtilegt samfélag. Hugsið ykkur að geta verið heilli helgi saman. Við mætum þetta föstum svona seinni kvöldvandaleiti, byrjaði á stuttri stund á föstudaginn að samkomu og kvöldkaffi á eftir, síðan laugardagur morgunverður, síðan kennsla og frítími og síðan hádegisverður, síðan frítímið miðjandaginn, farið í sund eða gert eitthvað sniðugt, síðan kvöldverður kvöldið, samkoma fram á nótt, eins og allt hefur verið. Sunnudagsmorguninn þá er morgunverður og síðan erum við með stund morgunni, það er svona vitnisburðarstund og förum síðan í bæinn. Og þetta bara alveg ótrúlega dýrmætur tími og ég hvet ykkur og sérstaklega þeir sem eru svona að ganga fyrstu skrefin, bæði í edrúmennskunni og kannski líka trúarlega og eru kannski líka svona að pæla hvort það sé eitthvað sem virkar fyrir ykkur með trúna. Það er alveg skiljanlegt, við dæmum engan á því, hér eru allir velkomnir, við lítum á trúna sem aðalögur en ekki áróður, við þoli ekki áróður. Ég var að fá smá tónlistin, það er svo gott. Þannig ég hvet ykkur til þess að fara og koma að vera með okkur. Þetta er 11. til 13. og við gerum viðburða á þetta og hvet ykkur til að skrá ykkur sem fyrst. Og ég lofa ykkur því, þetta er algjörlega haldið í lágmarki. Það þarf ekki að taka neitt með, það eru rúmföt og allt þarna upp frá. Það er allt tilbúið sem þarf að vera. Og bara ganga vel eins og alltaf hefur verið í þessum ferðum.
og við reynum svona að sníkja eins og við getum mat og annað þannig að við getum haldið verðinu niðri. En aðalatriði í svona ferð náttúrulega bara að fá kynna Guði betur og við vorum að ræða þetta, Davíð og Anna svona hjálpa mér við þetta núna að koma á stað og hann kannski heiðurinn að því að við fórum að hreyfa okkur í þessu, við erum búin að tala þetta lengi að gera þetta og við finnum gott þema, við töluðum að þema kærleikur Guðs og við sjáum hvert það leiður okkur núna, við erum bara að biðja því hvað það sem við eigum að gera á þessum stundum. Fyrst og fremst þá þetta samfélagi vera saman, taka þátt í að byggja hvort annað upp, ræða saman, við þekkjum þetta innan 12 spora samtakana, að við getum svona hjálpast að í göngunni og það bara, ég upplifði svo sterkt núna með sambandi við lífið eins og og trúna að auðvitað það alltaf ráðist gegn kristinni trú, það nú alveg furðulegt sem það en það ekkert skrítið þó það sé gert því þar liggur sannleikurinn og þeir sem vilja ekki sannleikum og þeir sem vilja myrkri þeir ráðast gegn því og djöfullinn hann sem undir skósólunum á mér á að vera það hjá ykkur líka en ekki hér. Skilur, hann aumingi, tannlaus aumingi sem getur ekki neitt og gerir ekkert annað en að ljúga og ljúga sérstaklega þér. Þú ert fullkomin sköpun Guðs, fullkomin. Í svona ferð að þá verðum við að byggja upp okkur svona eigin sjálf í okkur og byggja Guð upp í okkar eigin lífi og það svo gott að geta verið á þessum stað, það tók mér langan tíma. Það svolítið magnað að hlusta á eigin vitnisburð, ég var í svona einhverju kvikmynda viðtali í dag og það tók einhver 2 tíma sem þetta viðtal var og það svo gott að hlusta á sjálfan sig. Hvað það sem Guð hefur gert í lífi þess mínu? Ég fór aftur í tíman þegar ég var ungur drengur og því ég byrjaði í neyslu og síðan fram að tíman þar sem ég fór inn á Hlaðgerðarkot 20. febrúar 2010 nær dauðan lífi. Og það var margt búið að gera svo undan í mínu lífi en það var samt ekki búið og það sem Guð búin að gera síðan þá að það svo gott að segja sjálfum sér það. Við þurfum að vera dugleg að svona telja blessanirnar í okkar eigin lífi. Allt sem Guð hefur gert í lífi okkar. Og þetta gerist allt í gegnum samfélagi við hann. Og ég talaði áðan fórum að biðja fyrir samkomuna þegar ég var að setja samkomuna að þetta í raun það besta sem til það bara að biðja. Og það svo gott að eiga hann leynistað sjálfur, heima hjá sér eða hvað sem það til þess að eiga þetta samfélagi við Guð, þetta samtal við Guð. Guð pabbi, hann pabbi Guð, Guð faðir, Guð pabbi, hugsið ykkur bara hvað, sum eiga kannski einhverja skerta mynda af föður eða föður í myndinni og getur vel trúið að börnin mín hafi haft það á sínu tíma þegar ég var í Svíþjóð í neyslu og en Guð fullkomin Guð, fullkomin faðir, hann með svarinn í allar þína kringustæður, þar að segja ef þú hefur trú, að því þetta líf okkar byggist allt á trú og að elska, það bara bensínið í lífi okkar sem erum að starfa því fólki sem í kringum mig að starfa með mér, þeir það bensíni bara kærleikur og elska fólk, hjálpa fólki. Ég var að segja þessu viðtali, hver að starfa við það að vera hjálpa alkoholistum með fjárhagslegan tilgang? Bara glemdu því. Fyrir okkur til að sjá og við tökum sín draumar þetta hver einustu mánuð og þetta bara þá ná endur saman, ná ekki endur saman en á það að vera nóg til þess að íta út ekki lega, nei við höfum trú á Jesú Krist, við höfum trú að Guð muni blessa og Guð kemur alltaf inn og blessar stundum vil ég hafa það aðeins meira en hann kemur alltaf bara með nóg og það sem við þurfum og það heitir trú og það svo mikið að eiga trú fyrir líf okkar það sem Guð vil gera. Guð þráir að grípa inn í líf okkar. Guð þráir að sjá þig þjóna. Ég setti niður að því að ég var að gera predikun svona daginn fyrir annað tilefni og að því að Miriam komst ekki núna og ætla ég aðeins að fara inn í þetta og yfirskeytti við boðum og þjónum þörf fólks á 3 sviðum það með líkamlega þarfa, stendur í Matteus og Guðspjalli, því hungrar var ég og þeir gáfu mér að éta, þyrstur var ég og þeir gáfu mér að drekka. Gestur var ég og þeir sístu mig, nakinn og þeir klæddu mig, sjúkur og þeir vitjuðu mín. Í fangelsi var ég, þér komu til mín. Allt sem þið gjörið einu minna minnsta bræðra, segir Jesús,
það hafið þið gjört mér. Og ég nota oft þetta vers og það svo mikið þegar þú ætti að hjálpa fólki og sérstaklega fólk sem liggur bara sært við veginn og fólk sem getur ekki staðið í lappirnar eða fólk sem bara búin að missa alla von, að þú horfir í augun sem einstakling, þá ertu horfið í augun á Jesú. Og það akkúrat sem hann að meina með þessu. Hann sagði við á allt sem hungraði var ég og þið gáðu mér að borða og hýstu mig og gáðu mér klæði og heimsóttu mig því ég var sjúkur. Og þeir konnust ekkit við það læri sem að hafa gert það. Þeir konnust ekkit að hafa gert það. Nei, þið gerðu þau ekki mér, það stendur, en allt sem gerðu einu mínu minnsta bara er að það gjörðu þið mér. Og það akkúrat það sem hann að meina, að þegar þú ert að hjálpa fólki og ert að vinna við það að hjálpa fólki, þarftu ekki eins og að vinna við það, bara þegar þú ert að hjálpa fólki, þá ertu að hjálpa Jesú. Og það svo gott að vita til þess, hann fylgist með öllu sem þú ert að gera. Hann þráir að við höldum utan hvort annað. Og þessi vitun sem við erum að tala þarna þessi líkamlega. Og svo kemur, getur lesið annað vers hérna sem úr Mattheus. Og hver sem gefur einu þessara smælingja svaladrykk vegna þess eins að hann lærisveinn, sannarlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Við fáum launin okkar, það vel klart mál. Tilfinningalega, þegar við erum að þjóna til fólks. Þetta svona vers sem svolítið, já, það frekar hægt líka. Ég hvet ykkur systkini, vandið við iðjulösa, hughrestið ístöðulitla, takið aður óstyrka, verið þolumóð við alla. Það eitthvað sem maður þarf á að halda í þessum bransa, þolinmæði. Og það mikið að hafa þolinmæði. Og svo kemur andlegu þarfinnar, allt frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttagerðarinnar. 2. Korintharbréf 5:18. Og hann gaf mér líf og ég þrá að gefa það áfram til annara. Ég þrá að vera salt, ég þrá að vera ljós, ég þrá að vera góð ilmur Krists. Ég þrá að vera, ekki alltaf segja, heldur vera það sem Kristur var. Það að líf okkar með endurspegla Krist eins og ég segi svo oft. Og tilgangu þjónustunnar, það bara óbúslega mikið. Fyrst og fremst að sjá Guðsríki vaksa. Það það sem ég sé fyrir mér. Ég þrái, það þessna sem ég á 6 börn, því að það gengur svo erfiðlega að búa það hjá einu sem á lífi. Það betra að fæða þetta bara inn í kirkjuna. Og við erum sköpuð til þess að þjóna. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka, sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum að leggja stund á þau. Þetta í Efésubréfinu. Og það akkúrat, við erum sköpuð til þess að þjóna. Þegar við eignumst lífið í Jesú Kristi, þá gerist það bara automatist. Við þráum að gefa það áfram til annarra. Ég man þegar ég frelsaðist hérna í þessu húsi, 1980 eitthvað, þá man ég alltaf, þú veist bara, þetta bara bom hjá mér, Bara í lofgjörinu ég þráði bara að nálgast himninum meir og meir og meir. Og þegar ég labbaði hérna út og hugsaði bara, ég verð að segja öðrum frá þessu, ég verð bara aðra að fá að vita þetta. Þið þekki þetta sem í meðferð, að þegar við ætlum að vera ráðgjafar. Það alveg klart að þau fyrir meðferð. Að því að það svo gaman að geta sagt öðrum frá því það sem við sjálfur erum búin að ganga gegnum og að við höfum fundið lausnina. En þegar þú verður bæði edrú og ert frelsaður, Jesú maður, að þá voru ennþá meiri þrá að fara út og segja fólki frá. Og af hverju segi ég þetta? Það út af því að það eru margs konar leiðir í þessu lífi að markinu til þess að fá þetta líf sem við getum verið sátt við. En ég bara segi ykkur, hérna bara svo þið vitið að hjarta Guðs bara ein leið og hún í gegnum Jesú Krist. Það alveg sama hvað leiðir þú ætlar að reyna að fara. Ef það ekki gegnum Jesú Krist, þá það ekki til Guðs. Og það mörgum finnst erfitt að heyra þetta. Hann meðalgangarinn milli Guðs og manna. Jesús Kristur það. Hann dó á krossin til þess að búa til þessa leið. Hann fór á krossin, neldur með ryðguðu nöglum í gegnum húðina fyrir allar okkar syndir og allar okkar sjúkdóma, allt sem við erum að berjast við. Til þess að við gáttum átt samfélag við Guð. Og hann endurbyggði þetta samfélag. Og það stendur hann sem meðalgangari milli Guðs og manna, stendur í orðinu. Og það leiðin að Guðs hjarta.
Við erum ofta að reyna að finna þetta eftir einhverjum öðrum leiðum og okkur finnst það kannski, ég veit ekki hvað það er með okkur alkohólista, við höldum kannski finnst þetta að vera kannski svolítið cheap, sko, að hérna mér er allt fyrirgefið og hérna Guð mun gefa mér nýtt líf, hann mun gefa mér gnægð af hlutum og við kannski trúum því ekki og fyrst og fremst að því við ekki trúum ekki á okkur sjálf. En það er akkurat sem Guð gerir. Því ég segi fyrir mitt líf og mínu vitnisbyrði, ég var nær dauðan lífi og ég hef búin sagt ykkur það áður því ég kom bara inn á kotið og þegar ég vakna upp og ég finna að Guð segir bara ég er ekki búið með þig. Frá þeim degi þá bara byggðist trú mín á það level að það er alveg sama hvað gerist og ég veit að núna það er engin önnur leið. Fyrir mig er engin önnur leið. Ég hef verið baráttu við hluti og reyna að berjast í þeim sjálfur, alveg eins og hamstur og hjóli, að reyna að fá hlutina, svo legg ég þetta fram fyrir Drottinn og það kemur alltaf laust. Og við þurfum að eiga þessa trú. Eins og núna við hjá Samhjálp, við verðum bara að hafa þessa trú. Við erum búin að setja einhverjar mannlegar 60 milljónir í að byggja eitthvað hús til þess að hafa kaffistofu fyrir fólki okkar. Skilurðu? Og það bara búm, það bara lokað á það. Og við getum ekki að hrópa bara hvar er Guð, hvar ertu núna Guð? Guð er þarna. Hann er bara með eitthvað betra. Trúum við því? Eða sjáum við svona mikið eftir 60 milljónum? Guð er með miklu betri hluti þá bara í staðinn. Við megum aldrei, þegar á lokunin kemur, þá reynir að trú okkar. Er það erfitt? Já, það er ógeðslega erfitt. Bara svakalega erfitt. Og það er auðvelt að vera reiður. Það er auðvelt að setja ekki fingurinn á loft. Í kerfið og allt það. En það er Guð er með aðra leið. Við verðum að treysta Guði fyrir líf okkar og í því sem við þurfum að gera. Og það er það sem við þurfum að gera á Samhjálp. Þetta er erfitt fyrir okkur. Það er ógeðslega erfitt. Og fyrir starfsfólkið. Þetta er bara, við talum ekki um elsku gestin okkar. Sko. En Guð er með leið. Munum það. Alltaf. Guð er alltaf með leið. Og það er svo frábært þess að við getum notað líf okkar svo óbúslega mikið í boðuninni. Við erum kölluð til þess að boða og við erum kölluð inn í þjónustu. Það segir hérna í 1. Pétursbréfi, þér eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalýður til þess að þér skuli viðfræða dáðir hans, sem kallaði frá myrkrinu til hinn undursamlega ljós. Þér sem áður voru ekki lýður eru nú orðnir Guðs lýður. Þér sem ekki nutu miskunnar hafi nú miskun lotið. Miskun frá Guði. Og við erum útvalin kynslóð. Við erum konunglegt prestafélag. Hugsið hvað þetta er stór orð. Wow. Og við erum í því. Og vorum að biðja hérna áðan. Þá var Svanhildur mitt að biðja. Og bara sko að þegar Jesús fór til himna á uppstigningardag, hann hafði sagt þeim áður að hann væri að fara til himna. En hann sagði, þeir sögðu strákarnir sögðu sko, hvað þarf að skilja okkur eftir hérna að munaðarlausa? Þú farin. Þá sagði nei. Við ætlum að senda okkur andan, heilaga anda, andan heilaga og þið muni gera meiri verk en ég gera því ég get ekki verið ástæðar. En hugsið ykkur, heilagar andi var okkur gefinn til þess að við getum framkvæmt sömu hluti. Leggja hendur við sjúka og þau munu verið heilir. Rek út ítla anda. Þetta er allt okkur gefið í krafti þess að heilagur andi býr minna með okkur. En aftur komum við okkur sjálfum, við þurfum að taka móti þessu. Við þurfum að trúa því. Við þurfum að taka móti heilagum anda inn í líf okkar. Þá fara hlutin að breytast í líf okkar. Þá fyrir að vera erfitt að brjóta. Þá fyrir að vera erfitt að synga. Þá hættir freistingin að vera eins mikið freistingu og svo var áður. Af því þú veist að hann býr innra með þér. Heilagur andi býr innra með þér. Og þú fer ekki að gera Guði það. Guð þolir ekki synd. Hann býr ekki að auðsemi þessi synd. Hann þolir hann ekki. En hann er alltaf tilbúinn til að grípa höndina hérna. Eða heyra þegar þú kallar. Jesaja 59 held ég að sé. Hönd hans er ekki stutt, hún á ekki til og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki hrópið þitt. Og hann fyrirgefur og opnar augun. En hann þolir ekki synd og getur ekki hort á hana. Og svo stendur hér og að láti sjálfur uppbyggja sér lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestafélags til þess að bera fram andlega fórnir. Guði velþóknarlegar fyrir Jesú Krist, 1. Pétursbréf 2:5.
Og það svo gaman, þegar ég var að gera þennan lestu, þá kom einn og láti sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. Ég tala hérna áður í predikunum steina, múrsteina. Og það er svo magnað, þetta er svo góð mynd upp á það. Hvaða steina við erum að nota í okkar hús. Að því sumir steina bara passa ekkert saman. Ódýru steinarnir passa ekki í þessa fínu. Og svo kemur hyrningasteinin sem Jesús Kristus til að halda byggingunni saman. Byggjum líf okkar upp á kærleika, vináttu, bindindi, fyrirgefningu, öllum þessum jákvæðu, yndislegu hlutum, gjafir, góðar gjafir andans. Þannig ég hveti ykkur til þess. En hver er ég? Ég er þjónn í Jesú Kristi. Ég fengi gjafir til þjónustu. Þjóni hvert öðrum með þeim náðagáðum sem yfir hefur verið gefin, sem góðir ráðsmenn margvíslega náðar Guðs í 1. Pétursbréfi 4:10. Og af því að Guður gefur Guður með áætlun fyrir lífið. Hann með áætlun fyrir einasta mann. Trúði ég því hér í febrúar 2010? Nei, ég trúði því ekki. En þegar ég gef honum allt, og ef hann er í mér og ég er í honum, þá koma fram gjafirnar sem eru til þín. Þá koma hlutverkin sem Guður fyrir þig. Guður með áætlun fyrir lífið. Skilur. Við erum limir og líkamækis og við erum öll með hlutverk í þessari göngu okkar með Guði. Og hlutverk okkar til dæmis að eins og með reksturinn á áfangaheimilinu eða við sem erum að vinna á samhjálp eða þeir sem eru að vinna í einhvers staðar annars eða að hjálpa fólki. Þetta er allt hlutverk sem að Guður sett inn í líf okkar. Og Guð styður og hjálpar okkur við það. Og ég veit ekki, við getum lifað sem ofboðslega góðar manneskjur, en við höfum kannski ekki þess að lifandi trú á Jesú Krist. Við verðum aldrei uppfyllt fyrir við nálgunst upphafið sjálft sem er Jesús Kristur. Og þegar við höfum gert það, þá fer alltaf að smella saman. Og ég þekki fullt af góðu fólki, kærleysíku fólki, og það er kannski erfiðasta fólki að leiðin í Guðsríkið. En þegar það fólk frelsast, þá hefur verið sagt við mig að líf þeirra hafa alltaf verið yndislegt og þau þráðu að hjálpa fólki og elska fólk, en það small eitthvað saman þegar þau fóru með bæna, játuðu Jesús, játuðu með munnunum og trúðu hjartanu að Jesús sé drottinn. Hann hafi dáið að krossinu fyrir syndir og sjúkdóm og allt sem þau eru að berjast við. Þá urðu þau hólpin og þá breyttist allt í lífið þeirra. Þrátt fyrir að þau voru búin á góðar manneskjur, við getum verið góðar manneskjur, allt það. En málið er það að dvöl okkar á þessu jörð, hún er svo stutt, hún er bara þessi 80, 90, 100 ári eða hvað það er, þessi tími sem er bara hluti af eilífa lífin okkar. Af því þú veist, dansleikurinn er á heiminum, skilur. Þú veist, það er þar sem fjörið er, hvað. Þetta er bara sífellt bara átt að hefa. En eitthvað hlutverk hljótu að hafa, annars væri við ekki hérna á jörðinni. Eða það að vera hér til þess að láta okkur líða illa. Vera hér og vera að dauða drukkin í bæi eða út og dópaður inn í einhverju bæli. Var það ætlunin? Vera sífellt að berjast í fjárhagslega erfiðleikum. Sjá fjölskyldu vera að splundrast í kringum. Hvers konar líf er þetta á þessari jörð? Það er ekki vonað að segja í Biblíuna að dauðin er ávinningur. Þá komust þeir inn í himinin. Þá komust þeir inn í eilífa lífið. Það sem bara er gleði, engi sjúkdómar. Hugsaðu ykkur að eiga þetta í vændum. Það gerur okkur svo auðvelt til að lifa. Ég er búin að vera í kringum mikið af fólki núna bara í langa tíð sem er að deyja og er að fara, skilur. Og það er svo öðruvísi að vera í kringum fólk sem þú veist á kröftuga lifandi trú. Maður finnur það svo hjá fólkinu þegar að fara. Að það bara, ég er að fara í dýrðina. Hugsið ykkur bara hvað er dýrmætt að eiga þetta. Eða sjá fólk sem að berst og auðvitað munum við sakna, það er bara þannig, söknuðum mun alltaf verða, en það sem er stærra og meira, við munum hittast að nýju og eigum við þá trú að við munum hittast að nýju, það fylgir eiginlega við lífinu líka, en þetta er svo ævintýralega vitlaust að alveg væri nóg, finnst svo mörgum, nema þeir sem eiga trú, að þá er þetta ekki vitlaust, þá er þetta bara akkurat það sem ég trúi, akkurat það sem ég trúi á. Og við eigum að láta gott af okkur leiða með við göngum hérna í jörðinni. Til þess er líf okkar, til þess er þjónustan okkar að þjóna til fólks. Við erum gert það í nágrínuna,
sveitafélaginu okkar sem við erum í götunni. Það er hægt að gera fullt af hlutum til þess að verða góðir með Krist, að fólk lítur til henni, hvað er það sem að hann eða hún á sem ég á ekki, ég vil þó eignast það. Og það er það sem ég hef verið að sjá það bara gerast núna inn í 12-spora-samtökunum og að það hrúast inn fólk hérna sem að kannski hefur ekki verið boðið sérstaklega á að koma hingað. Þó það sé að sjálfsögðu velkomin. En þá eru þau frekar að koma til þess að elta eitthvað sem hefur farið hingað. Af því að vitnisburðurinn, það sem Guð hefur gert í lífi einstaklinga, fer að svona kveikja í út frá sér. Og fólk verður að sjá, það er eitthvað þarna. Af hverju líður hann Davíð allt svona vel? Af hverju er þetta svona? Af hverju er þetta svona? Ég vil fá þetta. Og svo kemur fólk hingað, kemur fyrst, og finnst þetta hálf hallarslegt stundum, allir liftandi höndum og dansandi og hérna niður á hnén og halleluja og Jesú og svo blóð og eld og svo tökum við fórn og þá flýr fólk. En fórnin var ekki mynd þannig að þetta var að fórnaður. En við þurfum bara að gæta okkur. Við erum stundum búin að vera svo lengi í trúnni að við förum að tala svona kristnesku sem er svona mjög óskiljanlegt tungumál fyrir þeirra sem ekki trúaðir. Við þurfum að læra að vera þessi góðir með Krist, ekkert vera að tala of mikið, heldur vera meira. Það er bara liggur á mér og ég get sagt að hverju samkomu get ég talað um það. Líf okkar fjallar að vera en ekki alltaf að segja. Vera. Sýndu fólki hver þú ert. Hallbjörn og elska fólk. Það voru 2 kvikmyndagerðarmenn hérna áðan sem að gera kvikmynd svona aðeins að styðja við baki á þeir sem að berjast í þessum málum að hjálpa fólki og ég veit ekkert trúarstöðu þeirra en það verður mjög heillaðir að því sem þeir hafa séð og fyrir þeim er þetta svo eða fyrir honum sem að gera þetta, hann þekktu kvikmyndarmaður sem býr í Berlín í dag og hann kom hérna til Íslands og hann þráir að gera þessi mynd að því honum fyrir svo magnað það sem hann að heyra. Fyrst átti þetta að vera pínlítið, svo talaði mér að fleira og fleira af fólki í kringu sig, þá verður þetta stærra og stærra fyrir honum. Þá sér hann hversu stórkastlegt og undursamlegt það er sem er verið að gera í svona starfum. Eins og hjá Samhjálp, ég tala mikið Samhjálp núna líka, að því að það er mjög dýrmætt. Það væri ekki draumasettur nema því að Samhjálp var til staðar og ég komst inn á Hlaðgjörugott og eignast lífið að nýju, eins og svo mörg okkar hér inni. En við getum, á þennan hátt getum við orðið svo mikið vitnisburður. Og fólk þarf að finna það og sjá það. Það sem hún fannst undarlegast að sjá líka, það var leið og fólk labbaðirinn voru alltaf að taka utan hvort hann og velkomin og gott að sjá þig og takk fyrir síðast og fólk verður bara svolítið hissa. En þetta er samfélagið sem við viljum færa út á göturnar og til fólks. Við þurfum að koma þessu áfram til fólks. Hvernig var fólk að trúa að það er enginn sem segir þeim frá því? Við þurfum að vera svo, þau kraftar sem Guð hefur gert í lífi okkar þarf að endurspeglast út í lífi til annara. Að fólk sjá að það er von. Það er engin vonlaus, engin vonlaus til. Það er allir séns. Og ábyrgðin er orðið mikil á okkur sjálfum sem eigum þessa lifandi trú í dag. Alveg eins og fyrir þú sem ert að koma út úr meðferð eða ert búin að rétta úr í langan tíma að auðvitað gott að bara hafa þetta hjá sjálfum sér en það er enn betur að þú gefur áfram til annara. Þú kannt leiðina, kendu fólki leiðina, leiddu fólk áfram, takta þér að sponsora fólk, kendu þeim þessa leið sem þarf að fara. Við getum ekki gert það á Guðs, við fórum að trúa aðri kraft, máttur okkar eigin vilja geti gert okkur heilbrigða nýju. Gerum það, trúum á þennan aðri kraft sem er Jesús Kristur sem getur gert okkur heilbrigða nýju. Og hann mun gera það, og hann mun gera það í þínu lífi. Og ef þú ert hérna inn í dag og ert að berjast í fíkn, veistu það, við þekkjum það öll. Ég sagði einu sinni frá því, ég var búin að vera frelsaður í mörg ár og búin að vera með þetta starf í mörg ár og var leiðtogi í kirkjunni minn og allt þegar ég fór til Noregs og gekk fram að sjálfu mér svona náttúrulega umhverfi og mikilli þreytu og þegar að fíknin kom upp eftir alla þennan tíma. Ég veit að þetta vissi, ég var með 40 manns á áfangaheimili og voru gistandi þar í starfi sem ég var með. Starfi hér, kirkjan sem ég var öldungur í. Og ég titra á skalvi að því ég langaði svo að fá mér. Þetta er að ráðast á okkur alls þar. Ég var réttur úr 10 ár krakkar þegar ég datt í það. 10 ár. Og því ég drakk. Eftir þessi 10 ár, það var alveg eins og ég hef gert að deginum áður þegar ég vaknaði daginn eftir.
og kom hann gjörsamlega að þrótum strax eftir sólarhring. Og það er þannig sem óvinurinn leynist að okkur. Og þess vegna svo mikið þetta að eiga samfélag við aðra. Og besta hjálpin við að vera edrú, það er að vera í samfélag við annað fólk sem er að ganga sömu leið og þú. Og það er að styðja og hringi fólk og vera dugleg að hafa samband í dagsplaninu eins og draumasetrinu, og þeir sem er að sponsora, að þá bara ákveð þú hefur samband okkur með einasta degi, ekki bara einu sinni í viku eða þegar þú vilt. Við þurfum bara að setja okkur kassa og reglur í því sem við erum að gera. Það er svo mikið, við megum ekki missa þetta samfélag. Ef við missum samfélagið, þá fyrir við einmanna, þá fyrir við líka að lokograf, og svo endar þetta bara einn veg eins og við þekkjum svo mörg. Það endar á einn ógeðslega ljótan veg. Og það er að gerast allt og oft í lífi okkar. En ég fann að klára þetta. Það er talað gjafirnar, það er talað að frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hinn heilu og láta þeim þjónustu í líkama Krists til uppbyggingar, og það er það sem við viljum gera. Líkami Krists er kirkjan, við erum hérna hluti af henni. Kirkjan er ekki bygging, heldur er það við sjálf sem að tilheyrum fjölskyldu Jesú Krist. Og svo er spurningin hvernig maður uppgötar hver mín þjónusta er. Og það er kannski gott af því. Ég var að hugsa að þegar við förum út úr bænum í nóvember, að vera þá að byggja upp kennsluna á námskeiði sem fjallar að hver er kollin mín, hver er kollin í mínu lífi. Sumir eiga bara erfitt með að sjá það. En við getum tekið námskeið sem getur tekið svo 2 daga sem við varum, eða 2,5 daga sem við erum út úr bænum. Á þessu námskeið þá förum við gegnum svona grunnþætti og kennslur, ekkert íþyngjandi, mjög skemmtilegt og gaman, og síðan svararu krossaprófi sem er svolítið, já, þó nokkuð stórt krossapróf þar sem þú svarar spurningum, og síðan eru þeir sem er að kenna, svona biðja fyrir einstaklingunum, og þá kannski hægt að sjá svolítið vel hver þjónustöðin er. Hvernig þú svaraðir krossaprófunni, þú skilur ekki neitt í hvernig þetta rekna það út þegar þú ert að gera prófið, en þetta kallar fram köllunina í líf okkar. Þeir sem eigum námskeið það að finna út hver köllun mín er í Guðsríkinu. Af því við höfum öll köllun í Guðsríkinu, öll. Við höfum öll þjónustu inn í þessum líkama Krists. Og fyrst og fremst byggist það á því að við þurfum að hafa viljan, og til þess að hafa viljan þurfum að hafa trú. Til þess að hafa trú þá viljum hafa vonu það að líf okkar geti breyst, og við viljum sjá það breytast. Við viljum losna með hann ógeðslega kvíðanút sem oft er í maðurinn, bara burtu með hann. Við viljum eignast líf þar sem getur vakna á mótnana, algjörlega frjáls frá þessum kvíða. Biðja til Guðs, biðja hann að leiða okkur áfram. Ein svona þekktasta bóki sem er að vakna upp núna er upp í Lækjarkoti sem er svo gaman, og hún heitir Góðan dag heilagur andi, og Benny Hinn skrifaði þessa bók. Og ég hveti ykkur til þess að finna þessa bók. Hún er ótrúlega dýrmætt í göngu okkar með Guði. Að sjá hvernig við getum byrjað daginn og hvernig Guð verkaði í hans lífi. Og þetta er bara stórkostleg bók, og ég hveti ykkur til þess að finna hana. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Mér langar samt sem áður að hveti ykkur að í fyrirbæni, þegar við erum að biðja eftir samkomuna, ef þú finnur í hjartaðan og vilja koma fram, ekki láta óttan stoppa það. Það er svo gott. Ég man þegar ég var að byrja gönguna mína, að það var mér svo ótrúlega dýrmætt að láta biðja fyrir mér. Oft sér fyrirbiðandinn hluti sem þú kannski sérð ekki sjálfur. Gott er að fara til fólk sem þekkir þig ekki neitt. Það gefur svona trúveruleika í orðinu þeirra líka. Og við erum með yndislegt fólk sem er í fyrirbænu þjónustu, og ég hveti ykkur til þess að virða það, og biðja fyrirbiðandann að koma upp, Jónas og þið öll sem eru hér í fyrirbænu þjónustunni, að komdu fram og láttu að biðja þér. Það er ekkert að óttast, ekki neitt. Við erum hérna í þessu saman, við þráum að þú megi fá að eignast frið í hjartaðið, að þú eignast þennan frið sem er aðri öllum skilningi, svo orðið segir tilum. Við skulum rísa á fætur, ég ætla að biðja. Faðir minn, við þökkum þig fyrir einn og sérkvæmt sem er inni, Drottinn. Við biðjum Drottinn á orðið sem að tala út í dag, Drottinn, inn í líf okkar, hver við erum í þér. Drottinn, megi rótfestast í hjörtu fólks, Drottinn. Megi það finna, Drottinn, að þú er áætlun fyrir líðara, áætlun til heilla en ekki til óhæmingu, þessa vona ríku framtíð sem þú býður okkur fram í, Drottinn.
Og ég beiði bara Faðir minn og þau blessa einn og sérkvæmt. Ég beiði drottinn að taka upp þetta hroka og stolt. Að við mögum bara taka þú ítæði til hliðar. Að við mögum bara setja út hendunum og gefast uppi fram fyrir þér. Þú ert með lausninn í líf okkar. Að við hættum að berja hausnum við stein. Þetta beint fyrir framan okkur. Þú ert beint og allt og yfir kring. Alveg svo ég beiði fyrir litlu börnunum okkar. Vert hún yfir allt kring með eilíri blessun þinni. Sitja ykkur svo englar saman í hring, sængin yfir minni. Og það svo gott að biðja og vitandi vits að þú ert með okkur. Þú varveitir og þú passar okkur. Og biðja drottinn mín að núna megu í fyrirbænunni drottinn megi vera friður og ró, megi þinn heilagur andi vera þar. Talaðu til fyrirbiðendan og drottinn í lífi einstaklinga. Komdu með svör sem vantar svör við drottinn. Og þeir sem eru sjúki í drottinn og eru að berjast við ykkur sjúkdóma líkamlega og andlega. Að gefa hann kjark og þólkon til að koma fram drottinn og við getum beðið fyrir fólki, beðið lækningun þína og laust þína drottinn í lífi einstaklinga. Þeir sem eigi ekki trú á Jesú Krist, þeir sem eigi ekki trú á þig drottinn minn, taktu við mig faðm þinn drottinn, leiðum að finna hver þú ert, að þú ert sem þú segist vera, í Jesú nafni. Amen. Við hvetjum líka